Hingað erum við komnir. Hér ætlum við að fara inn og tala við Björgólf Thor Björgólfsson, hinn mikla viðskiptajöfur. Tilgangur að kaupa banka og selja. Ég hef alltaf það motto að kaupa hlut og selja hann með hagnað. Það bara einfaldlega, það viðskiptamódeli sem ég stunda. Og hugmyndin með Landsbankanum var að kaupa bankan, nútímavæðan og selja hann áfram. Sko, þegar fjármunir tapast á þennan hátt, sagði þetta við mig hérna, sko, á þennan hátt að þegar peningar tapar, a lot of money goes to money heaven. Þessi verðmæti sem hafa þurrkast af hlutabréfamörkuðum, innistæðum í bönkum og fjármálamörkum yfir höfuð, þau eru farin. Þau eru bara farin. Þau hafa gufað upp. Og þetta svo almenni misskilningur sem ég byrja, ok, hvert fóru peningarnir? When somebody says, one of these rich people says that the money has just vanished, that may be partly true because it's simply a write-down of the value, the market value of the assets that they own. But it's also substantially untrue. What they're saying is that they've got layers of secrecy protecting anybody else from identifying where they have got this cash. Sko, fjárfestingarumhverfið bara orðið öðruvísi heldur en það var og menn setja upp fjárfestingar fyrirtæki, sérstaklega hönnuð hverja fjárfestingu þau eru sett í hagstæðustu skattaumhverfið. Flækjustigið eru gífurlegt og ég skil að venjulega maður skilji það ekki. Ég hef oft mjög erfitt með að átta mig á því sjálfur. Ég búinn að vera í þessum bransa lengi og ég bara átta mig ekki oft á því hvernig ég ósköpunum svo mikið flækjustig á þessu fjárfestingu. Much of this money should sort of physically exist, so to speak. It will not have simply disappeared. And the question for the special prosecutor and his advisor, Eva Joly, is where is this money? Nú eru fullt af fólki, herfólks, allan daginn, að fara yfir þetta allt. Það hlýtur að koma eitthvað út úr þeirri vinnu. Það hlýtur að geta skila sér. Hvað gerðist? Hvert fóru peningarnir og hvaðan komiði, hvert fóru? Það hlýtur að skila sér endan. Þetta fólk hlýtur að vera að gera eitthvað. I feel very responsible against the Icelandic people, I do. And I promised them when I accepted to become an advisor to Ólafur Hauksson that I would only stay here in Iceland as an advisor as long as I believed myself in this investigation that we were moving forward and in the right direction. We know the ways that these kinds of schemes typically take the money out. And they typically take it out through executive compensation in part, but also through series of loans to insiders. So look for loans to insiders. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, I'm happy on no show, babe. I ain't misbehaving, saving my love. I'm saving love you, really saving love you. I know it's saying, one I love. Það hlýtur að vera partur af opinberri rannsókn úr því sem komið að rannsaka tengsl Björgólfa við rússnesku mafíuna. Boris Berezovsky, hinn brottflúni ólígarki, kemur í viðtal á Sky News og segir að Ísland var þvottastöð fyrir rússnesku mafíuna. Men okkur ber bara skylda til að skoða þetta. Annars erum við bara að stinga hausnum upp í raskatið. Hvað viltu þá segja við þá Íslendinga núna í lokin sem það fólk, þann almenning á Íslandi sem lítur á ykkur, það að segja þig sem stóran fjárfestir og stóran hluta í einkavæðingu Íslands undanfarin ár sem glæpamann, bara kallar fólk glæpamann? Ég hef ekkert við það að segja.
lítið svara því. Nei, ég meina, ég hef ekkert við það að segja. Það er, þú veist, ég er ekki glæpamaður, hef alltaf verið það, ég meina, það er ekkert við það að segja. Ok. Þannig að, ég þarf að hlaupa. Ok, takk fyrir þetta. Var þetta ekki eftir leið? Jú, ég held það. Ég meina það, ég bara, þú varst góð, Ég veit nú ekki hversu mikið nær frambi íslensku bankana ég er, en ég allavega svona, hef með smá upplýsingar.